eitthvað atrið og bara svona bíómynd eða eitthvað. Já, hvað var hún að gera? Bara augu, veist, ég held hún að vera með eitthvað svona linsur eða eitthvað. Bara auguninu voru bara hvít og bara svona öskrað á mig. Ég er svona, það var mjög steikt. En þetta ekki svo að vera bara SSO tónleikum sko á Akureyri? Nei, ég er svo einfaldur. Það er, þú veist, ég hefði alla daga frekar vilja vera bara með SSO í sjálfánum. Já, svei mig þá. Reynda finnst mér, sko, sá DJ sem er svona með þetta, það er David Guetta. Það er actually einn maður sem veist, ef hann væri, þá væri ég til að hitta hann. En fyrir mér er Tiesto bara, ég þekki hann ekki neitt, sko. Er ekki verið að vinna í að fá Guettan til landsins? Það væri ekki ef hann var á leiðinni. En herðu, við Björs erum með Fanta þáttandi ykkur í dag sem fyrr. Við erum með, barnalandið, við erum með netmistnotkunna. Við ætlum að ræða hérna mestu þinguna, hvað við gert hjá fólki og ég vil opna fyrir síman þar ásamt fleiri föstum liðum. Þannig að það verður, mikið stuð hjá okkur en við ætlum að byrja þetta á mánudagslægi sem er svona, hvað ég að segja, þetta er allavega, þetta er föstudagslag frá honum Svessa og er svona íslenskt og þægilegt. Og fallegt. Já, sem ég reyna að koma. Þetta er yfirgefin. Lag eftir strákan í Valdimar, virkilega gott lag þarna á ferð og þér að hlusta hérna F95 Blö og það er komið að slúðrinu sem er fastu dagskrárliður hérna hjá okkur strákanum og alltaf á þessum tíma dags. Við erum svona slúður prinsessur. Já, þetta er líka svona, þú veist, FM svona nett slúður. Herðu, ertu tilbúinn í gott slúður? Bring it on. Herðu, fyrsta slúðrið er af Ryan Gosling og Evu Mendes en svo virðist sem að þessu sambandi sé lokið með að þetta sé búið hjá þeim. Voru þau saman? Já, þau eru búin að vera hittast núna síðustu 5 mánuði. Og ég var rættaði með þetta daginn að þetta er svona par sem einhvern veginn bara þau gætu náði hvort annað þannig að þau hendu hvort öðru ágætlega fannst mér sko. Mér finnst hann heitar en hún. Ég svei mig þá, en það er einmitt hann sem er núna búinn að segja við hann að hann þurfi aðeins að fá smá tíma til að hugsa málið og hann þarf að fá að vita hvað hann vill og svo stendur reyndar að hann hefur svo sérst vera að fara út að borða með einhverju þýsku ofurmódeli. Þannig að það má eiginlega segja að Ryan Gosling sé greinilega að slíta þessu. Það er sem er synd. Eva Mendes er gullfallur sko. Ekki fyrir kvenpenning þessa heims. Nei, hann er svona hann er einn af þeim sem maður myndur svona bara valla, veist, að þú yrðir að prófa, skilur. Já, ég menna, er þetta ekki svalasti maður heims í dag? Já, það er fáir svalar en hann sko. Eftir Drive? Já, hann og Wayne Rooney eða ekki? Ógeðslega svipaða típur. Já, Ryan Gosling, hann má eiga það eru fáir meira með þetta í dag en hann. Hann var líka þarna í Crazy Stupid Love þarna eitthvað. Já, rosalegur líkami. Hann er eitraður, hann má eiga það. En hann er allavega að hætta með Evu Mendes og við reyndar, sko, ég hef hitt Evu Mendes, ég Sveppi og Pétur. Rólegur. Og það er ein fallegasta manneskja sem maður bara leita augum á, þannig að, Og talaðu við hana? Fengum við tala hana. Þannig að hún verður nú ekki lengi að ná sér í annan mann, held ég. Og þá er næsta slúður, það er af pop-prinsessunni Britney Spears. En Simon Cowell og L.A. Reid eru að reyna að fá hann í X-Factor. Já. Og vilja fá hana sem þriðja dómara í staðinn fyrir Paula Abdul og Nicole Scherzinger en það er verið að hvoruðar aftur. Já, það eru bara hættar ekki. Jú, Janet Jackson sagði nei við þessu og mér finnst það mjög fínt að því ég horfum ekki á það. Ég held að Janet Jackson ekki verið góð þarna. Nei. Ég veit samt ekki með Britney, myndur vilja sjá Britney í svona dómnefnd? Já, er það ekki? Mér finnst það spennandi, hún er líka svolítið steikt sko. Já. Hún er svona ólíkindatól. Nákvæmlega, maður veit svo sem aldrei upp á hvað hún tekur, skilur. Nei. Hún gæti kannski verið alltaf mætt með reglíf og hvað að snúða sig eftir eitt lagi og eitthvað svona. Já. En hún virðist nú reyndar búin að ná sér svolítið á strik eftir að hún fór hérna á overboard daginn, mástu. Já, það er nú svolítið síðan. Já. Hvað er ekki 4 ára eða eitthvað? Þannig að hún virðist vera komin svona á rétt ról aftur og herðu, það er verið að bjóðinni sko $10 milljónir sem er sinnum 126 eða eitthvað, en hún vill 16. Þetta er meir en helmingi hærri upp en þú ert að fá fyrir að stýra F95 Blö. Já, svona, þetta er að ballpark. Cirka helmingi. Akkurat. Herðu, svo er það síðasta slúrið þar af Nicolas Cage, en hann er víst svona, hvað segir maður, teiknimyndalúði. Já. Og hann keypti á sínum tíma fyrir 140 milljónir fyrsta Spiderman-blaðið. 140 milljónir. Já, fyrsta Money well spent. Já, fyrsta Spiderman-blaðið sem gefið var út. Herru, hann vestlaði sér það, en síðan var þið stólið af honum og hann fekk það svo aftur og núna er það sko metið á $280 milljónir. Þannig að þetta voru... Dollara? Milljónir dollara? Nei, krónur, sorry. Þannig að þetta voru góð kaup í honum á sínum tíma. Jáhá.
Og þetta kallar góða fjárfestingu. Já, en þá með þess að fara að gera bíómynd úr þessu og það er verið að biðja hann að leika sjálfans í henni. Þannig að þetta er ennþá betri fjárfesting þarna. Hann náttúrulega leikur í 4 bíómyndum á ári. Það er bara, ég held að orðið nei sé ekki til í hans orðabók. Það er nóg að gera hér Cage-aranum. Já, það er bara sama hversu heimskuleg hugmyndin er. Það er bara, jú, ég tek það, jú, ég skal taka það. En svo, hann dettur samt alltaf inn á einu og góðan svona inn á milli. Já, ég meina, ef þú leikur í 10 myndum, þá hlýtur allavega einu að vera góð. Ertu að Cage-fan? Nei, ég eiginlega þoli ekki Nicolas Cage. Í alvöru? Sorry. Ég held að fíla hann allir svona eitthvað. Nei. Ok, þú veist enn eins og í Con Air og Face Off og svona, fannst hann ekki svalur? Nei. Put the bunny back in the box. Fekkst ekki að það við því? Nei. Þú verður að gefa hann Face Off og Leaving Las Vegas, hann ágóða myndir. Ég held mig bara með vonduköllunum í Con Air. En segð mér eitt. Nú ert þú sköllóttur maður. Já. Sko, Nicolas Cage, varð hann ekki sköllóttur fyrir svona 17 árum? Jú. Hann er með eitthvað fake í gangi, eða ekki? Jú, hann er með toupee. Er það málið? Já. En er það viðurkennt? Já, ég held það. Af því að sko, þú veist, í svona myndum frá svona 91, þá var hann bara komið með svo há kollug að það bara, þú veist, það er bara lögreglumál. Já. Og svo bara lækkaðu einhvern veginn bara með tímanum. Já, ég sá einhvern tímann, hann var einhvern tímann í Entertainment Tonight eitthvað svona. Já. Og þá var verið að setja það á hann, sko. Já, þannig að hann var ekki meira leyndarmálið það, sko. Hann, þú veist, þetta var sýnt alveg on camera. Já, ég skil þig. Hann var að líma hann hár. Já, John Travolta er náttúrulega líka nauðasköllóttur. Hann er bara með eitthvað. Þetta verðist, menn skamma sín ekkert fyrir þetta, setja bara á sig svona einhverja smá hárkollu, sko. Já, en af hverju fara þeir ekki í þetta Wayne Rooney dæmi? Hann er nú flottur í dag. Já, þetta er eitthvað nýtt. Ég meina, Wayne Rooney er búinn að sýna að þetta er hægt. Já. Og gefur öllum mönnum von. Gefur helling á okkur að núti. Von, við vorum að ræða á hann myndum fara á David Guetta. Ef við færum hann, þá myndum við heyra þetta lag. Turn Me On. Með ykkur á FM 957 Turn Me On með David Guetta við Björn Bragi hérna í miklum mánudags feeling ekki annað hægt eftir svona stórkostlega Tiesto tónleika, það var allt vitlistar það var legendary allir í feeling og já sko, veistu frá hvað landi Tiesto er? Já, hvað landi? Frá Hollandi. Það er hárrétt þér. En ég veit að bara því að ég var að fletta upp á Wikipedia fyrir hálftíma. Nó, ok, þannig vissir það ekki fyrir. Nei, ég var ekki svona á þessum tónleikum. Ég get ekki nefnt þér eitt einasta lag með Tiesto. Já, ég þekki lagið hérna Dun-dun, hérna með honum hérna, ég er alveg að skita mig hérna, sem er rapprókslar hérna, Busta Rhymes það er eitt mjög flott lag saman en þá tók hann það herruðu, vissuru að fyrir utan svefnherbergi þá er algengasti staðurinn sem að fólk stundar kynlíf á er bíllinn. Haltu kjafti. Ég er að segja það og þetta komið pínu óvart. Já, fyrir utan svefnherbyggi og hérna, en er stofan þá talin með? Nei, þannig að bíllinn er algengar en stofan. Já. Okkur viltu hlaupa með þetta beint í stofuna? Bara. Hvað eru svona algengustu staðinni þínir, Bjössi? Meira pláss fyrir róluna. Næs. Frá mikið upplýsingum maður. Hérna, ég er alltaf með rólu í bílnum líka. Ég getur að festa við fyrkstar. Spáðu samt hvað er leiðilegt að fá tengdafórundali heimsókn eitthvað svona. Hvað er þetta? Krókur er hérna í loftinu. Það er ekki neitt, drullum okkur inn í eldhús. Bara svona, maður myndi ekki einhvern veginn fara að henda upp rólu bara í svefnherberginu. Nei, hérna í stofinu segi. Nei, hérna, jú, ég segi að þetta komi mér ágætlega vort. Já, nú erum við bara svona tveir vinir að spjalla saman. Áttu skemmtilega bílaminningar? Er þetta eitthvað svona kannast við það? Ég mamma er að hlusta á hana þátt og svona, ég get ekki fara að tala um þetta. Nei, ég er ekkert að tala um hvað þú gerir í bílum, en áttu skemmtilega minningar á bílum? Ég hef gert ýmislegt í bílum mínum. Já, ok. Þannig að þú þekkir hennar stað? Já, gaman að horfa rúndin og svona. Það fer pínu eftir bara hvaða bíll þetta er líka. En þú sjálfur, þú ert alltaf að tala um hvað þú set mikil pervert og set svona experimenta. Ég er alltaf, en ákveður alltaf að setja orði í munni, ég er alltaf að segja þér í sig 0 pervert. Ok. Ég er búin að segja þér og ég stend við það, sko, ég er ekki pervert. En þú hefur nú farið á þú ert samt legend. Þegiðu maður, hvað er að þér? Þú sittur hérna bara á móti mér eins og einhver frændi minn bara. Nei, ég er hvorki legend né pervert, en Hyundai Coupin, nei, ég segi eina sko að það hefur aldrei verið hægt í Hyundai Coupin var kallaður skeiðvöllurinn á sínum tíma. Þú veist að það var rosalegt. Nei, sko, það var svo ógeðslega þröngt aftur í honum, þannig að það hefði ekki verið hægt. Já. En, jú, þetta var svona eitthvað.
ræðum eitthvað annað, herðu. Þú varst alltaf með dínu í skottinu. Já, bara svona þvílíkt undirbúinn. En þetta samt sko, það ekki þægilegt fyrir fólk að eiga þessa athöfn í bíl. Ég með eina viðskiptahugmynd sko. Nú? Þú veist, nú eru einhverja svona klámsíður sem að gera út á að menn eru að ferðast á einhverjum sendibíl og gera ýmsu hluti í sendibílum. Ok. Og ekki láta eins og þú veitir ekki hvað að tala um. Ég veit bara ekki hugmynd. En ok, já, segðu okkur meira frá þessu. Sama pæling á Íslandi og þetta myndi heita pilsuvagnin. Bara stafna. Þetta versta viðskiptahugmynd sem ég heyrt. Ég ætla að vera ríkur á þessu. Já, það styttist hérna í netmisnotkunna og hvað að gerast á Barnalandi eða hvað að gerast í Barnalandi. En fáum eitt flottasta lag Magna í langan tíma, Hugaró. Þetta svona þægilegt mánudagslag. Þetta ógeðslega gott lag. Já. Það eitthvað við þetta lag, það verður flottara hvert sem maður heyrir það Magni með Hugaró og mér finnst bara pínu leiðilegt að þetta sé ekki Eurovision-lagið okkar. Já, mér finnst þetta geðveikt lag. Og já, með fullri virðingu fyrir þeim sem að unnu Eurovision, en ekki bæði þetta lag Hugaró og þarna Blár Ópal, það eiginlega meira að spila en lagið sem vann. Jú, algjörlega. En svo náttúrulega veit maður bara ekkert þegar það er komið út, af því að þú veist, við höfum aldrei hugmynd hvað virkar að núti. Jó, en maður var mjög bjartsýttur að Selma var að fara út. Maður var ágætlega bjartsýttur að Jóhann og Guðrún fór út, af því að þetta voru flott lög. Hún voru jafn bjartsýn þegar Selma fór út í annað skipti, sem að floppaði. Já. Í kosningu. Já, hún reyndar, já, það gekk ekki að vel. Nei, var það jafn flott lag? Ég hélt alltaf að Tell Me myndi bara vinna, sko. Tell me once, þetta með Einar Ágústsson. Já. Svo bara var það eitthvað í 12. setið eitthvað. Mér finnst það svona lag, sko. Nei, ekki þetta. Já, ég reyndar, sko, þetta hérna lag, Hugaró, kannski ekki beint svona Eurovision-lag, en bara svona flott lag. Það kannski ekki endilega gert flottulega hlut úti. Þú veist, fyrir þess að Tiesto og þarna E-pillu vinniðina, þeir kannski hefði ekki farið að kjósa Hugaró eitthvað, en flott. Já, flottu texti og flott lag. Og það líka Magni flottur. Svo finnst mér sænska lagið sem að vann núna í Svíþjóð. Ég postaði því á Facebook hjá mér. Það í ruglinu. Ég get sagt það að Sverige að fara að vinna þetta. Það gott? Það ekki spilað á eftir? Já, það er rosalegt lag. En ertu að horfa bara á forkeppnir Eurovision allan heim, bara strímaðir á netinu og eitthvað svona? Það er ekki líklegt eða? Jú, það var eitthvað sem postaði svo á Facebook, var eitthvað að segja hvað sænska lagið er flott. Ég náttúrulega bjó í Svíþjóð í 1 ár. Reyna að kenna ykkur með öðrum. Og mér fannst ég bara svona, þurfa að kíkja það. Ég er nettu sví í mér, ég prata lítið svenska og það er enda svona ánalsgríns, það er ógeðslega flott. Ertu búin að heyra það? Nei, ég er mjög spenntur, ég vil heyra það hérna eftir. Ég ætla að spila þér á eftir og ykkur hlustendur því að ég spái því að Svíjar vinni og ef ég væri að gambling man, þá myndi ég setja pening á það en það sem að ég veði ekki, þá ætla ég ekki að gera það. Þetta er Eurovision nöttarinn Auðun Blöndal sem að segja þetta, þannig að það hlýtur orðmarka á þessum. Já, ég er ekkert voðaleg Eurovision gall, sko. Jú. Mér finnst gaman að horfa á þetta bara í maí. En ég horfði á enga fórkeppni núna til þess, ég horfði bara á aðalkeppnina í lokinu núna. Ok. En þú er alltaf mjög hrifinn af Bláum Ópal, eða ekki? Jú. Þú kost á? Jú. Þeir eru hressi líka. Þetta eru skemmtileg lög, við ætlum að fá auglýsingar og svo er það hvað er að gerast í Barnalandi og það eru krassandi hlutir þar að gerast. Heldur betur. Hér í þér. Heiðar Austmann er í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC. Aðeins 699 krónur. KFC, svo gott. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Gretja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Gretja. Lakkeról, slættir úr körulunum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Lollipop, Lil Wayne á mánudegi, klukkan orðin í rúmlega 4:30 og vonandi hafa allir sem best að noti. Gætur svona erfið mánudagur örgulega fyrir suma sem að fóru á tólninga eða annað en hvernig varstu þó er ekki mætt á Tiesto, varstu rólegur Helgina Bjössi? Já, bara svona passlegur, skemmti mér aðeins á laugardagskvöldið. Já, kíkti aðeins út. Kíkti aðeins út þá en svona, svo bara, maður er að skemmta svo mikið þessi misseri, febrúar, mars og apríl. Já, svona ásáttíða tíðanbili. Já. Akkurat. Það er að taka það. En herru, það komið að dagskrálið hérna sem heitir Sturlaðar staðreyndir og já, ég hef virkilega gaman að því og vonandi hafa hlustundur ég gaman að því og það er svona misjamt, þeir eru svona misjafnir hérna á móti mig hvað ykkur finnst þetta og þannig ég er svona eiginlega bara að byrja þér ykkur að svona leika eins og hafið virkilega náhuga á þessu, skilur? Já, viltu að ég hafi mikið náhuga? Nei, ekkert eitthvað, þú veist, ekki svo að sé greinilega Ég hef mjög mikið náhuga á þessu, sko. Er það málið? Já. Ok. En ég ætla samt að reyna að rekja þér.
Já, en þá máttu vera eðlileg bara, ef þið finnst það gaman. Ekki vera með mikið eitthvað, nei, þegið í alvörinu, þetta satt, ekki svona. Fara út úr stúdíónu og bara byrja að banka á rúðinu og bara, þetta kjaftæði! Já, ekki svoleiðis kjálulegt, bara sína áhuga. Ok, herru, þá það sturla staðreyndir og ég ætla að byrja á fyrstu. Þetta sem sagt insane facts, þetta allt satt. Moskítóflugur elska bláan lit helmingi meira en alla aðra liti. Haltu kjafti, þetta Ég var að segja það ekki Þetta þannig. er rugl, sko. Hættu þessu. Hvernig geta þær? Hvernig sjá þeir það? Nei, en þetta við satt. Svo það, bara manneskjur og hestar hafa meyjarhaft. Nei! Og gott leðilur, hættu þessu. Þetta er ekki, sko, Farðu út. nú fer ég út. Já, hættu þessu. Ég vil ekki hafa þetta nú allar með svona stæla við þessum dagsalið. Þú ætti að gera lítur Fyrirgeðu, ég skal hafa mér. Sníll getur sofið í 3 ár. Nei, sko. Það er þetta magna. Já. Spáði, hvað er pappið? Hann er að leggja sig. Þú veist, ég er á 5 ára núna. Sníll og ólíkir. Já. Eins og við munum komast að það eftir. Nákvæmlega, það er nettur sníll í Ólagir. Já. Bæði, náttúrulega fyrir utan þegar hann er á fucking bílnum sínum. Á Lexusinum, filman. Já, þá er hann ekki sníll. Nei. Þú veist það. Herðu, svo er það meðalkona, hún stundar kynlíf í kringum 3000 sinnum yfir ævina. Hver er þessi meðalkona og hvar get ég fundið hana? Brum, brum, brum. Akkurat, 30% af fullorðnu fólki í Kína býr ennþá með foreldrum sínum. Ok. Nei. Stendur eitthvað hversu gamalt það? Nei, það böggaði með pínu. Það stóð ekki, það stóð bara adults. Já. Samkvæmt nýjustu könnur eru konur frá Ástralíu líklegast til að sofa hjá á fyrsta stefnumóti. Ná? Já, þetta er svona kombín óvart, sko. Já. Þú ert byrjað að sína þessu svona alvöru áhuga núna. Það er verslað engadansa fyrir $25 milljónir á hverju einasta ári í Las Vegas. Jæs, hugsaður með Ástralíu-púntin, hugsaður ég þangað? Nei, það er perralegt og ömulegt en greinlegt að þú hugsaði það. Nei, ég hugsaði hvort að þú hefur hugsað það. Augu þín eru jafn stór og þegar þú fæðist, þau eru alltaf jafn stór, en eyrun og nefið þar hætti aldrei að stækka. Vissir þetta? Ég vissi þetta með augun, en ég held að nefið og eyrun myndum ekkert að hætta að stækka. Jú, gamli kallar með risa nef og risa eyru. Já, endar þetta þannig hjá manni, maður verður bara með risa. Og svo á endanum sko þá snertastu eyrun svona fyrir aftan hnakkan. Já, ok. Þau eru heftaði saman. Já, en svo eru aðri líkanspartar sem mættu alveg stækka áfram. Herru, það eru 8 ás kókdrykki keyptir á hverju einustu sekundu. Það er rosalegt. Það er mjög mikið. Ég get lofaði því að sá sem að fann upp kók, hann á einhverja pening. Það er bara þannig. Er það þannig John Pemberton árið 1886 eða? Í alveg eða? Já. Ok, sorry. Já, vel gert þér. Það er réttastelpur, heyrðu hvernig geðið gáðar. Herru, krókódílar geta ekki sett út úr sér tunguna. Vissir þetta? Nei, vissi þetta ekki. Mista magna. Þú veist, get ekki gert þetta? Geta kannski getið mig, en hei, þú veist, þú getur bara ulla á krókódíl. Ef krókódíl var ráðastæðu, myndur þú vera bara, hei, þú getur kannski getið mig en þú getur ekki ullað. Ég myndi bara vera ulla á hann, hann myndi byrja að reyna það, að reyna að herma. Reynda að ulla hann, krókódíl. Getur ekki ullað á mig. Akkur talar við krókódíl eins og hans í ólíkir? Það er ólíkir svona? Nei, þú ert alltaf eitthvað, það skiptir ekki máli. Hjartakóngurinn er svo eini sem er ekki með skegg í spilastokk. Já, ok, ég vissi ekki að það var þetta spil í byrjunum. Ok, Veinsvöld var tekinu upp á 2 vikum. Þetta var sem er áhugavert. Já, geðveik mynd. Og gullfiskur man 3 sekúndur í senn, sem er æðislegt. Ert þú með gullfiska minnið það? Já, það er alltaf Þaðan talað. kemur sá frasi. Já, en spáðu samt hvað þetta er ógeðslega þægilegt líf að vera gullfiskur. En hvernig veit einhver hvað gullfiskur mann lengi? Nú, sá sem er búin að gera rannsókn á því, Björn Bragi. Ok. Hann hefur kannski, þú veist, hann sér að hann bara fer eitthvað annað eftir 3 sekúndur. En serðu hvað samt, þú veist, ef að gullfiskur væri með betra minni, þá myndi hann deyjulegundum. Af því að, þú veist, hann ringsóla bara um einhverja skál. Já, meinar. Og þeir segja að þessna virkar hann alltaf svona happy. Já. Af því hann bara svona 3 sekundur hefði, ok, ég ætla að fara að kíkja hérna eitt ring og svo, nei, hvað var ég áttur? Ég ætla að kíkja ring. Mjög skemmtilegt. Mér finnst hann ekki virka happy. Gullfiskur? Mér finnst hann virka svona sad. Ef þú mætti vera hvaða dýr sem er í eitt sólarring, hvaða dýr myndir vera? Vá, hvað þetta er góð spurning. Ég hef oft hugsað að ég verði til að vera hundur, labradorhundur, í svona þægilegum feld og svo ligg ég bara einhverstað og ég get alltaf sofnað, ég bara eitthvað og svona latur hundur. Já, og allir eitthvað að klóra mér eitthvað og ég bara eitthvað, klóraði mér og vilja gefa mér eitthvað keks og ég bara eitthvað Já, þú vilt minna það sem skemmtilegt líf, það er alltaf verið að klóra þér, gefa þér keks og svona sem er reyndar svolítið mikið bara mitt líf í dag. Fólk er að klóra mér og gefa mér keks. Já, það er alveg hægt að gera það að þú sett manneskja. Já. Gefa keks og klóra þér. Ég verði til að vera eitthvað dýr sem getur flogið, ég er svo einfaldur. Já, en ég verði til að... Ég held að ég verði flottu fálki í sólarring. Já, en þeir eru allir með eitthvað svona lús og eitthvað. Ég verði til að vera með feld, þú veist, en samt geta flogið. Vera fljúandi labrador.
Já, þarna ertu komin út í kjaftaði, sko. Þarna verði að stoppa þig. Sko... Það eitt, ok, þú geti kannski orðið labrador í daginn, en fljúgandi labrador, þá er þetta að koma út í bull, ég nenni ekki að ræða þetta lengur. Fljúgandi labrador sem öskrar eins og dreki. Því var spurningin áhugaverð. Svarið þetta eitt að leiðalast. Já, þetta Sigursnúðurinn Bruno Mars, ég ekki hans stærsti aðdáandi en hann að lauma sér hann inn í kerfi hjá okkur. Já, ég eiginlega þola hann ekki. Með lagið Just the Way You Are, hann er alltaf vælandi öll lögin sinni einhvern veginn. Það eins og hann sé bara alltaf þunnur og lítill í sér og bara grenjandi og vælandi einhvern veginn. Það er alltaf þunnudagur hjá Bruno. Já, en ágætist tónlistarmaður, allavega það eitthvað að noti sem fílan, þannig að ég svona að reyna að hrósa honum eitthvað. En herðu, ég ætlaði að spyrja Björn Bragi, talandi þingur og lítill í sér. Já. Ég var að hugsa í gær þegar ég var heima, af því að hann var nú svona smá riði í mann eftir helgina, ég veið ekki hana. Hvað er svona versta þinga sem þú lendi í? Áttu einhverja svona góða þingusögu? Hún kemur sko að mér óvörum. Já, áttu eitthvað svona legendary þingu sem að þú bara... Eitthvað sem að vaknar upp, eitthvað svona. Já, af því að ef þekkjur eitthvað sem að þú lendi í einhverju viðbjóð eitthvað, þú vilt ekki fara út í sjálfa þig. Já, ég man ekki eftir einhverju sérstöku með sjálfum mig, en ég man eftir eitthvað mjög góður frá góðum vinum mínum sem að vaknaði eftir, hann á nú reyndar nokkrar svona sögur, þú veist, einhvern tímann drafst hann á strætóstöðinni í Ártúni og var þar bara að frjósa þegar einhver fann hann. Næs. Já, mjög góð viðbjóð. Og það var, keyrur heim. Og önnur saga var, var hann með lummu, munntóbak í eruvörunni. Og vaknaði bara eftir nokkra tíma svefn og þá var hann búinn að kyngja lummunni og bara svartri ælu bara í marga klukkutíma. Þetta svona, það tvær sögur sem kom í hugan en báðar þessar sögur af sama manninum? Já. Við líka gull á manninum. Já, hann á toppstaði í dag með þér. Já, ok, var þetta hann á einhverju svona svörstum tíma í hans lífið eða? Já, eitthvað svolítið. Nei, ok, já, ég nefndi ekki með neina svona sjálfur að, jú, örugglega nokkrar en... Þú drekkur ekki? Nei, mitt góður. Það er félagi minn sem það er svo sem ekkert að nafngreina ég hef reynda rætt hann áður í þessu þætti. Já. Hann sofnaði fyrir ekkert svo löngu síðan, þá sofnaði með hlölla í fanginu. Já. Og ætlaði að fara að geta hann, geðið spenntur, var í jakkafötunum sínum, var upp á strílaður í jólafötunum sínum. Já. Gleymdi að borða hlöllan, drafst og vaknaði bara allir út í hlölla. Já. Og það bara allir sófinn og allir jakkafötuna og allt bara andlitið á hann, það var bara ein hlölla sósa þegar hann vaknaði. Ég hugsa að hefði ykkur tekið myndið að þetta verið svona versta auglýsing sem var hægt að gera fyrir hlöllabáta. Já, ég nefnilega er svolítið sko með hlölla því að maður er yfirleitt í einhverjum bara slæmum aðstæðum þegar maður er að éta hann á nóttinni sko. Ég get ekki borðað þetta á virkundögum sko. Nei, já, maður oftast, þetta er svona tengt því að maður sé á leiðinni heim eða sko. Já, þetta er það svolítið sko. Já, þetta er ekkert, þú farið ekkert eitt hlölla fyrir æfingu. Ég held að menn sé ekkert í því sko. Nei, þetta er eitthvað... En hvort ertu meiri hlölla eða nonnamaður? Ég borðað hvorugt sko, ég hef ekki borðað þetta í mörg ár sko. En þú? Ég held sem meiri nonnamaður. Já. Rækibátur. Ég tek hann alla daga held ég. Netabátur, línubátur. En verður þú, að því að nú ert þú svo ungur og sprækur, verður þú mjög þunnur? Ég er mjög ungur, já. Nei, ekkert eitthvað alvarlega sko. Þú veist, líka ef maður bara drekkur svolítið vatn og sefur aðeins. Það er góður. Akkurat. Er þetta ekki viðbröð líkamans við því að það vatn er vatn? Já, þetta er eitthvað svona vastapp og eitthvað svona. Já, maður bara drekkur svolítið vatni, þá er maður góður. Já, á djaminu bara. Já, bara líka, já. Já, þú veist, það er þetta þampa vatn og þú kemur heim. Bæði. Já, ok. Fæ mér nokkuð vasklus líka á djáminu. Ég skil þig, þá heyrði það, drekki ég bara vatn, við ætlum að fara hérna í, örstu skilabóð og svo er það hvað er að gerast í Barnalandi og það eru krassandi hlutir að gerast þar. Þekkir þú lagið? Morgun þátturinn Magazín er að fara í gang með skemmtilegan leik. Það sem þú getur spreytið á hinum og þessum lögum og grætt á því pening. Fylgstu með alla virka mótna og giska á lagið áður en söngurinn byrjar. Ok, tilbúin? Ok, já. Ok, ég þarf bara að vita lagið, hvað það heitir, ekki flytjandan. Ok. 1, 2 og... Lóan kemur og lóan fer og það gera milljónirnar líka. Víkingalotto alltaf á miðvikudögum. Stórleikur í enska boltanum á morgun. Nágrannaslagur Liverpool og Everton. Smelltu þér á áskrift á stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. Páll Óskar á NASA laugardaginn 17. mars. Sérstakir gestir Blár Opal. Sjáum á NASA í brjáluðu stuði með Bacardi Brísum. Nú eru hlöllabátastæðinir orðnir 10. Ávallt ferskir.
FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það eftir þér. Lakkeról og þú týnist í kynslóðum. FM 95 Blö á FM 95. Rolling in the Deep. Þetta lag minnir mig á skemmtilegt tweet. Þeir sem eru með Twitter að Steve Carell sem að leikur einmitt að hlutverki í bandarísku Office-þáttunum. Nei, ég glemdi eitt á takkan maður. Má sjá, svona. Steve Carell sem að leikur í bandarísku Office-þáttunum, hann twittaði einmitt daginn mjög skemmtilega. Þá sagðist hann að mist tölvuna sína í sjóin. So now there's Adele rolling in the deep. Það var mjög skemmtilegt. En þetta var söngkonan Adele og það komið að liði hjá okkur, Bjössa, sem alltaf á mánudum og heitir Lífið í Barnalandi. Lífið í Barnalandi. Við erum ekki enn búin að gera trailers, meiri lúðanir. Já, við erum svo latir. Já, ég veit að þetta lélegt, við þurfum að fara að hendi hérna trailers. Lífið í Barnalandi. Já. Herru, þá sem sagt tökum við fyrir það sem að gerast í Barnalandi. Já, og tökum það bara beintir voru síðan og það nú stundum að vera allavega eina tvær kvartanir borist eftir Lífið í Barnalandi. Já. En það má ekki bara skjóta sendibóðan, sko. Nei, þegar við erum að taka þetta bara beint út af síðunni. Nákvæmlega, við erum bara að segja frá því sem gerist í Barnalandi. Já. Fréttastofa. Akkurát. Þetta er fréttarhluti þáttarins. Já, og hvað að gerast þarna núna? Herru, ég er búin að tína til nokkuð tópik og eitt af þeim held ég sé að deyja. Held ég sé að deyja. Og það Draumur 36 sem skrifar. Æja, greið. Með svo mikinn verk í allri vinstri síðunni, alveg frá brjósti og niður í maga. Finnst verulega vont að hreyfa mig. Ekki vill svo til að einhver kannist við þessi einkenni. Veit ég þar kannski til læknis, en nenni ekki ef þetta svo ekkert. Þetta virkilega sár og stingandi verkur. Þetta finnst mér alveg magnað. Það manneskja þarna sem að, já, eins og hún segir sjálf, heldur hún sé að deyja og fyrsta sem henni þetta í hug að fara inn á Barnaland og segja frá sjúkdómseinkenum. Já, og ætla kannski til læknis, en ég sé að það Anímóna, vinkonunnar, hún segir, gæti þetta verið nýrað? Mínu verki ná yfirleitt að vísu ekki upp á brjósti, en það að sjálfsögja einstaklingsbundi. Ertu búin að taka verkjalyf og virka þau? Þannig að það eiginlega að sína þessu einhvern áhuga að manneskja sé að deyja. Sko, ég held að læknar þessa lands megi hafa áhyggjur því að þeirra stétt mun bara hægt og rólega deyja út. Þetta verður bara leyst meira og minna á Barnalandi, held ég. Já, bara vinkonu sínu þar. Já, bara, ég held að sé að fá hjartaáfall. Virkar ekki nettengingin, ég ætla að komast yfir á Barnaland. Hvað ég að gera? En Anímóna, ég fíla svona, Anímóna vinkonu okkar hérna. Veist, hún fer beint í þetta bara, getur þetta verið nýrað? Já. Svona, veist, hún að sína peppandi áhuga. Já, leys þetta bara spjalltræðinum bara. Já. Herru, þetta gott. Svo hérna að hefna sín á manni sem fór illa með mann. Gleymdi að segja að hann væri í sambúð, heitir titillinn. Okay. Og ég ætla að lesa þetta. Þetta frá Fatime. Fatime. Í stuttu máli fór í flott boð með vinum mínum. Þarna var maður sem kom með sínum vinum. Vorum hvorugt í þessum vinahóp sem var með boðið. Varð mjög heitt á milli okkar og við fórum heim til mín. Búin að hittast nokkur sinnum og ég orðin mjög spennt og allt að gerast okkar á milli og allt gengur vel og æði og frábært. Þá segir hann loks að hann sé í sambúð. Gat ekki sagt það fyrr. Ég brjáluð, búin að vera að eyða tíma og tilfinningum í hann. Svo reið og langar að gera honum grikk á móti. Finnst kannski ekki rétt að láta konun hans vita þar sem þetta ekki hennar sök. En langar bara að gera eitthvað svo hann viti hversu rangt þetta einhverjar hugmyndir. Fatime, hún hérna í svona, hún í Vígarhug. Já, hún reið sko. Þetta lélegt að við sem kallið hana. Já, þetta alveg skiljanlegt. Ég meina, hann greinilega bara cheating hana. Bara einhver aumingi. Já, og þú veist, sem en sko þetta vekur upp nokkra spurningar. Í fyrsta lagi á hún að gera eitthvað, í öðru lagi á hún að segja konun hans. Í þriðja lagi, þú veist, ekki fínt að segja bara konun hans, þannig að hún getur að losa sig við hennan. Jú, hvað finnst þér? Þú veist, ef að þú veist... Ég reyndar að ekta svona típa, ég svo mikill haugur sko, leitihaugur. Þú var ekki menna í? Nei, ég svona típa sem bara svona, þetta lítur að reddast einhvern veginn. Já, þú er ekki vilja skipta þér af. Nei, sem lélegt þann sko. Af því að, þú veist, ef þú ert konan gausins, þá viltu náttúrulega vita þetta. Ekki það ég sé einhver sálfræðingurinn og svo síðast sem að geti tekið það mér, en þú veist, myndir ekki vilja vita ef það væri til og með þú? Jú, ég held það. Já. En þú veist, þetta er erfitt mál, sko. Já, það misjafnt hvað stelpunir að segja. Fálkaorðan fer beint í það að segja, getur ekki pissað í póstkassan hans? Já, sem eitthvað lélegasta hugmynd sem ég hef heyrt. Svo kemur Fálkaorðan, hún ákveður að taka annan séns af því að það var enginn að svara að hann getur ekki pissað í póstkassan hans og kemur með verri hugmynd. Sendi honum bréf frá Húð og Kyn að hann sé á hjásvæfurlista einhvers með klamyndi eða lekanda. Já. Og svo kemur Bogi og segir, ef þetta væri maðurinn minn þá myndi ég vilja vita, þú ert pottitt ekki svo eina sem hann hefur nælt sér í utan sambands. Já, þannig að Bogi er greinlega maður sem á mann.
Já. Og að hanga þarna með stelpunum minn á Barnalandi. Eða þá að þetta einhver kona sem kallar sig Bogi. Nei, það? Gæti verið. Já. Kannski þetta Bogi Ágústsson, fréttamaður. Vona. Hversu fyndi? Það gerir líka kommenti miklu fyndar eftir hann. Bogi Ágústsson segir, ef þetta væri maðurinn minn, þá myndi ég vilja vita úr bótið ekki svo eina sem við nælt sér í utan. Þetta er strax skemmtilegt, þetta var Bogi. Já, nákvæmlega. Ok. Herru, svo bara örstutt og bara svona, þú veist, þetta ekkert eitthvað sturlað. Nei. Eins og sem margt af þessu mér vantar góða seríu til að horfa á. Hvað er uppáhaldi á ykkur þessa mundur? Ég er búin að sjá allt með Revenge, Grimm, Two Broke Girls, Big Bang, Bones, Modern Family og Suburgatory. Ég er nú bara ekki búin að heyra helmingina þessu. Nei. Þannig að ég ætla að spyrja þig, ef þú ættir að mæla með einni sjónvarpsþáttaseríu fyrir einhvern til að horfa á, hvað verður það núna? Ef ég ætti að vera hjálparna Sápukúlu 2 þá náttúrulega, þú veist, ég veit ekki hvað ég myndi ráðleggja henni. Sko, þessi mannski reyndar virðist vera búin að horfa á allar seríur sem eru til. Þannig að ég... En hún myndist, sko, ef að þú verður að beða mig að ráðleggja þér, þá segir að horfa á Entourage. Já. Við dýrka á. Ég hef nefnilega ekki horfað það. Ég horfa ekkert svo mikið á sjónvarp. Það eru geggjað þetta, sko. Það eru eiginlega svona mínir uppáhalds, en hún er með þarna, veist, Modern Family finnst mér ógeðslega skemmtilegt líka. Já, það er gott. Hún er einhvern veginn, virðist að horfa, ég elska líka bara að horfa svona gamla góða seríu eins og King of Queens og eitthvað svona, sko. Þú ert alltaf með þetta King of Queens, þú bara, það er lítið aftur án þess að nefnir King of Queens. Af því að ég vildi að Doug Heffernan væri pabbi minn, það er bara hann. Ég myndi mæla með Bring Bad fyrir alla sem eru ekki. Já, ég búin að heyra þessu ekki ekkert, ég ætla að horfa á það. Þeir eru trillt, ég skal horfa á Entourage ef þú horfur á Bring Bad. Já, og svo líka náttúrulega hérna Game of Thrones ef fólk er ekki búin að sjá. Það er ekki, af því að líka sería 2 er að fara að koma, sko. En hérna, það er eitt af lokum hérna úr Barnalandinu. Ok. Klám með maka. Horfið þið á klám með makanum og það er könnun. Og svona í stuttumáli þá er svona tæplega helmingur sem segir já og fíla það. Og 271. Já, sem er þá 45,2% og tæplega helmingur segir nei. Og það er semst, neyinu er skipt niður í annars vegar af því að mér finnst það ógeð og hins vegar af því að það hefur aldrei borist til tals. Já. Þannig að þetta svona skiptist alveg í tvend og svo eru hérna 27 konur sem eru 4,5% sem segja ég væri til í það en þor ekki að spyrja. Ég skil þig. Þetta er svona það sem er að gerast inn á Barnalandi í dag. Þetta er, já, virkilega góð könnun hjá þeim, stelpunum, eða hverjum sem var með þetta. Þú ert mikið í kláminu. Hættu þessu. Ég sit hérna bara svona eitthvað skotspót fyrir þið þarna villisengur þinn. Ég er... Nei, ég er ekki klámhundur, það er nokkuð ljóst. Og já, ég held bara ef ég var alveg hinskilin þá Þú varst að beða mig að lána þér kreditkortið mitt. Þetta myndi flokkast þarna hjá mér í 25% held ég. Sem að væru... Það veist... Nei, af því að það eru aldrei búið til tals. Já. Ok. Sann spenntur? Nei, ekkert. Hvað ert að reyna að gera hérna? Kíkja á pilsuvagnin. Ertu í þessu eða? Ertu að horfa á bláar með maganinn? Allur minn tími fer í startup capital fyrir pilsuvagnin.is. Já, pilsuvagnin. En ég veit ekki, sko, en helmingunand inni, þau sögðu að vera að horfa á þetta með maganum. Já. Og það ég... Er það ekki bara flott ef að báðir aðeinar eru til það? Jú, ef allir eru til, en veist, svo getur líka verið eitthvað sveitt við þetta. Ég held að fari bara eftir hvernig, þú veist, ég get lofaði því að þú ert til dæmis aldrei að fara að finna þig maka sem hefur sama sikk áhuga og þú ert að horfa þar að kemur nagla. Þetta er náttúrulega misjafnt klámi hvernig það er. Já. Þannig að velja eitthvað fallegt, gott, svona blá, erotist er allt í lagi. Ég hef aldrei skoðað klám. Nei, mitt, þessu var helviti góður. Herðu, við ætlum að, já, við vorum að ræða þetta áðan. Herðu, takk fyrir Barnalandið. Þetta var áhugavert hjá þér, munni Barnalandi. En við vorum að ræða þetta áðan, manstu, Eurovision-lagi hjá Svíum. Já. Og, já, ég vil meina að þetta lag sé að fara að vinna Eurovision. Ertu komið með þetta? Já. Hvað heitir þetta? Lagið heitir Euphoria og er með Loreen. Og, já, þetta lag var að vinna núna og ég ætla að leyfa ykkur að heyra þetta, kæru hlustendur, og segja bara hvað ykkur finnst. Þetta er Eurovision-lag Svía. Hlusta á þáttinn FM 95 Blö á FM 957 og við vorum að klára, já, Eurovision-lag Svíþjóðar. Þetta er Euroblö. Já, þetta lag vann hjá þeim helgina og með fullri virðingu frá okkar lagi þá er þetta lag svona, já, töluvert meira catchy að mínum mati. Rólegur. Já, veist, við erum að fara hina leiðina núna. Við erum að vera patriot. Já, sko, við erum að fara svolítið dramatísku leiðina. Já. Við erum með svona, þú veist, dramalag. That's the only way. Já, en meðan að þetta þarna er, þú veist, þú vilt bara rífa flippana einum og byrja að dansa, sko. Já, ég Svíjarnir, ég var að horfa á þetta hérna með þér. Já. Yfir öxlinn á þér. Það er vindvélin, hún er alveg í botnið hana. Já. Það er að blása hárinu. Svíjarnir kunna þetta, sko. Já, þeir eru alltaf í þessu, sko. Já. Og þú veist, hana,
fangað af en stormvind með... Já, það var stórkostlegt. Já, það var vindvélin aftur í botni. Ég fangað af en stormvind, lasið og du bara du. Ég bjó í Svíþjóð þegar það lag vann. Spáði því. Ég hef séð þig svalari heldur en núna. Já, ég er aldrei svalari á mánudum. En þetta var catchy lag, ég sammálaður. Flott lag. Má svona 90s sound. Já, ég held að þetta var að vinna. Hún var svona catchy og sæt stelpa að syngja og það einhvern veginn alltaf að gerast þarna. En við vonum náttúrulega eins og að Ísland vinni. Þú ert búin að heyra núna 2 lög af svona 43 og þú ert strax búin að vita hver vinnur. Já, viltu, you wanna bet? Já. En það er eins og til dæmis íslenska lagið okkar, það var ekki eins og vinsælasta lagið á Íslandi í keppninni, Nei. Þannig að okkur eru þá fleiri að fara að kjósa nú er, þú veist, Nína, Draumur Nínu, líklega vinsælasta lag allra tíma á Íslandi. Það var í 15. seti. Já, nákvæmlega. Og það var, heldur að Nína hefði verið betra fyrir þá að syngja þá á ensku, af því að það mátti ekki syngja á ensku, heldur að Nína hefði farið lengra sem, þú veist, Now that we're together. Næna. Það er alveg Nína úti líka. Nína, rétt þér, oi. Nine og I Get Manson. Ég veit, Nína er kannski líka samtalið svona lag sem þú þarft að heyra nokkur sem til þess að venjast, En mér finnst þann titlagið okkar núna nýjasta. Þó ég sé að heyra það oftar, það er ekki einhvern veginn svona sem að fyrir hann að heilan á mér. Nei. Og ekkert einhver svona vákvæði verið til að heyra. En Nína er svona það lag, þegar fólk er komið í glas að það bara, og heyri Nínu og byrjar að syngja, þá sturlast það. Já, það er bara, Íslendingar dyrka þetta lag. Já. Bara meira en allt og ég veit að þeir eru samt ekkert konum með leið á að syngja, þeir voru nú eitthvað spjallið okkur daginn. Já. En bara þeir mega hvergi vera, Stebbi Hilmars, Eyvi segi, þá er bara beðið þetta lag. Og bara, neina að taka Nínu. Já. Þannig að, ætla að sé ekki bara vinsælasta lag Íslands frá upphafi. Við ætlum að fara hérna í auglýsingar og svo er það netmisnotkunin. Magasín, virkamótna klukkan 7. Það var stelpa sem lendi því að vera í 3,5 viku föstu mitt in the wildlife, bara út í skógi, týnd. Hún var ekki með neitt með sér nema litlu kísuna sína. Þannig þær kúruðu saman í svefnpokanum. Og svo var hún 3,5 vikur, hlusta. Já. Herðu, og svo náttúrulega við verum að tala um hvað kettir eru klárir. Það sem að mér finnst magnaðast við þetta er að hún var búin með matinn. Kötturinn fór og veiddi mat fyrir þær. Ég veist ekki svo sérstaklega merkileg saga, ég er ekki leiðileg. Mér finnst að ég fyndist magna hún ítið köttin eða eitthvað. Hefði komið björn eða eitthvað svona sniðut, þá var þetta kannski skemmt að segja. Já, þú vilt eitthvað spyrja, ok, það var reyndar ljón sem beit af henni eina löppina. Strax eru spennandi. Magasín, alla virkamótna á FM 957. Býtu, ég skilði ekki. Hægðu aðeins að þér. Heyrðu, stíðu nú á bremsuna. Já, ég skil, þú bara getur ekki stoppað. Þú ættir þá að notfæra þér fría ástandsskoðun á bremsum í mars hjá öllum viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota og 20% afslátt af bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum. Já, ekkert að þakka. Hafðu nú hemil á þér. Toyota. Engin vandamál, bara lausnir. Það er Best Friends Day á Kaffi Símsen í dag. Stór á 550 og allir í stuði. Kaffi Símsen. Þetta eru fyrstu samkynhneigðu landnámsmennirnir. Já, sem vitaður Við Ísland hefst 5. 22. mars. Fáður áskrift inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Það eru Hagkaup og Thule sem færa þeim með Ísland á stöð 2. Taktu þátt í Toppleik Kókapuffs og þú getur unnið ferð fyrir 4 til Euro Disney og fjölda annara vinninga. Allar frekari upplýsingar á kókapuffs.is. Wild Ones þeirra hlusta á FM 95 á FM 957, það er mánudagur og klukkan er korter yfir 5. Örugglega margir á leiðinni heim úr vinnunni núna og vonandi keiriði bara varlega, en það er hins vegar komið spænum keiriði varlega núti. Já, alltaf í svona þegar það var svona umferðagaurar, alltaf í guðana bænum keiriði varlega. Virðiði hámarkshraðan í alvörunni, það er verið að miða við bestu aðstæður. Já, við ætlum að vera með umferðahjöp alltaf 50, svo fór hann einu sinni út í umferðina og við gerum það aldrei aftur. Já, hann á ekki heim í umferðinni. Nei, en það er hins vegar komið að netmisnotkuninni og þá veljum við einhverja skemmtilega sem við erum með á Facebook eða Twitter og svona segjum frá því hvað er að gerast frá þeim. Alltaf af handahófi. Já. En það er alltaf sami maður sem lendir í þessu. Já, við erum með 2 í dag. Það er Ásgeir Kolbeins og Óli Geir. Já. Sko, ég skal, ef ég að byrja Ásgeiri Kolbeins. Já.
þá verð ég að gefa honum það The Colby Colbson Colb Machine, hann rólur á Facebook þessa dagana. Það kemur ekkert óvart hans í ástfangin eða eitthvað, því að reyndar var hann að setja rosalega mynda sér í prófælmyndina. Já, sem sko ástæðan fyrir að við völdum hann, þessi mynd, en sko þetta náttúrulega ekki prófælmyndin, þetta er headerinn á síðunni, þetta svona hann er svona timeline. Já, cover photo eins og þetta heitir. Já, og þar hann á hnjánum umvafinn rollum í ullapeysu og greinlega nýkomin úr réttu, hann svona í réttum aðna. Sumir kannski halda að þegar að Auðun Blöndal segir rollur að hann sé að tala stelpur, en þetta eru alvöru rollur. Já, þetta eru bara meme og það allt morandi og Ásgeir bara eins og hann bara heima og sé búin að vera í sveit í 40 ár. Hann samt í rándir ullapeysu og hann að segja ég búin að ríða þetta shit. Já, sérðu líka sko ullapeysan hans Ásgeirs Kolbeinssonar. Þetta ekkert eitthvað svona bara, veist, þetta ekkert einhver ullapeysa sem að amma hans búin að gera handónum. Þetta eitthvað svona 20-30 skona kvikindi. Það hefur einhver þjóðhöfðingi verið drepinn í þessari ullapeysu. Hún kostaði svona 900.000. En það veist, það Ásgeir þannig sko, Ásgeir, hann kann að klæða sig og kann að greiða sér, hann svona metrómaður. Hann ekkert að fara bara að leika sig við rollur bara í einhverju peysu. Hann velur sér flotta, góða ullapeysu. Þetta eru líka sko, þetta allt hreinrættaða rollur sko. Þetta eru Armani rollur. What a man. Svo það hún Sara Baldvinsdóttir, hún var greinlega með honum á Tiesto því að hún skrifar vildi þakka Ásgeir Kolbeinsson og öllum í gær fyrir virkilega gott, langt og ógleymulegt kvöld að Vodafone-höllinu. Það svona mynd af fólkinu að skemmta sér hana. Já, og sko spurning hvort að hún var ein af þeim heppnu sem sagt sko að því að hann postar hérna status á laugardaginn, langar þig á Tiesto, með 3 miða sem ég skal gefa Facebook-vinum mínum sem svo fyrstu sem sendir mér skilabóð. Það spurning hvort að Sara hafi verið eina af þeim, en það sér samt Kolbeins, Ásgeir Kolbeins, hann að hrist upp í Facebook-inu sinni þetta með að hann að gefa vinninga fyrir hvað? Jú, fyrir að vera vinur hans. What a man. Nákvæmlega. Og ég sé að það sem gerist helgina, þá eignast hann vin á Facebook og veistu hver það er? Já, ég sé það. Ásgeir and Vala Grand are now friends. Akkur ætla þau ekki verið vinni fyrr. Nákvæmlega. Hvað gerðist helgina? Hann líka byrjaði að læka Wower. Já. Hann greinlega hvað annað með þá. Já. Helviti gott. Já, þetta svona pínu Kolbarinn, en eins og ég segi, hann voða rólur. Eitt sem ég tek samt eftir inn á síðuna, sko, að ég veit að til dæmis hún Kristín frænkans og svo önnur stelpa hérna. Það rosalega, veist, ég held að hann eigi rosalega mikið á svona kvenkins vinum hann Ásgeir. Ég held að hann sé svona nett, svona gay vinur margar stúlkna þó hann sé ekki gay, fattar það mig? Já, ég skil ekki. Og þess að hérna, meira spjall, næst takk, broskall, perukakan, kristall og kryddbrauð og samt alveg máli, knús og þá kemur Ásgeir sko. Hver segir þetta? Hún Kristín, ég veit þetta frænkans, ég þekki hana sko. Ok. Og hérna knús og þá kemur Ásgeir sko. Já, það klálega að taka meira spjall á næstunni. Það að fá skýrslu sem fyrst, broskall, knús, sæta mín. Þetta ómikið sko. Nei, veist, það sem ég er að segja, hann svona, veist, þetta svo góður gaur á Ásgeir að hann á fullt held ég á svona einhverjum stelpuvinnum sem hann svona að hjálpa. Þetta allt ómikið fyrir minn smekk. Það málið. Knús sæta mín og sko það ekki bara kosskall, það kosskall með 3 munna. Já, ég reyndar, ég við ekki hérna. Hann getur svolítið væminn hann Kolbsson. Já, þetta væmi kommenta, ég menna, en þú veist það gott að hann sé í tengslu við. Já. Innra sjálf. En já, Ásgeir eðaldrengur. Herru, hver að hafa svo, varð Óli Geir svo óheppinn, hann líka núna? Já, þetta ótrúlegt. Hann hefur alltaf verið orðið fyrir barinn okkur. Ég held reyndar ástæðan fyrir Óli Geir svona oft hjá okkur í þessu. Það að hann setur meira á Facebooki sitt heldur en ég set, hann setur meira á viku heldur en ég set á hálfu ári. Svona aðeins að íkja. Hann með dýrasta Facebook á Íslandi. Það er svo mikið að gera á þessu kvikindi að hann veit ekki sko í hvað fótinn hann á að stíga. Facebookið hans bara eins og einhver sjónvarpsþáttur sko. Já, og það líka einhvern veginn, maður sér það bara á Facebookinn hans að he's living the dream. Já, ég meina ef fólk allar eitthvað að fara að kíkja á Facebookið hans, ekki gera það nema að vera búin að poppa og hella kóki í glas sko, það er að fara að skemmt ykkur. Já, og ekki fara, ef þú ert öfundsökatýpan, ekki fara inn á Facebookið hans Óla Geirs, hann ekki að standa í því. Nákvæmlega. Þú veist, ok, þú átt kannski ekki filmaðan Lexus, deal with it. Svona lifir hann. Já, hann rúlar hátt. Hvað að frétta á hann núna? Herru, 17 hours ago, svaf í 17 klukkutíma, rosa gott. Já, það ekkert annað maður. Ég hef aldrei sofið sko, ég held ég hef max sofið svona 12 klukkutíma. Ég geti kannski sofið í 17 tíma, ég myndi gleypa einhverjar svona svefntöflur. Ég myndi aldrei geta sofið bara í 17 tíma. Einhverjar Tiesto-töflur. Já, það sé ekki ástæðan sem maður sefur í 17 tíma eftir það. Það er búin að vera eitthvað svona. Herru, nei, ég veit það ekki, ég hef aldrei sofið í 17 tíma. En þetta segir okkur bara, hann þú veist, allar helgar hjá honum eru eins og mánuður hjá venjulegum manni. Já, svo mikið að gera, hann þarf bara að sofa út. Já, hann þarf bara að sofa út, kallinn. Og við bara virðum það. Nú, svo segir hann hérna fyrir 3 tímum: Elsku besti Gylfi Þór Gylfason, nennir að hætta að pósta dýraklámið á vegginn minn. Já, ok. Herri, já, Gylfi Þór, þetta er Partyboy, við þekki hann. Já. Fasteignasalinn Gylfi Þór Gylfason. Og sko, hann kommentar
skoða það og svo segir hann Rómeó þarf kannski að pissa þegar eigandinn sefur í 17 tíma og þá sko að því að í öðrum status segir Óli hér Rómeó pissar stundum inni og þegar það skeður þá pissar hann beint undir klósettið mitt eins og hann langi að nota það en getur ekki, finnst það smá spes. Já, það er stemmingandi á þeim Rómeó maður. Já, Rómeó er semst hundurinn hans. Já. En ég sko, það væri svo geðvitt að það væri samt kærastinn hans. Já. Og hér er Rómeó. Rómeó er flottasta nafn sem við veitum. Ég veit við ættum líka, hvernig væri að næstur við tökum Facebooki hans að taka alla Rómeó statusun hans og ímynda okkur þetta sé kærastinn hans. Sko, þegar ég var yngri, þá pantaði ég stundum pítsur undir nafninu Rómeó. Já, ok. Svo fór ég sótaðir og það var bara Rómeó. Allir litu. Ef þú myndi fara til Hollywood, er það nafnið þitt? Rómeó? Rómeó Arnars. Já, ég myndi vera með Antonio. Er það? Það leika mér svona. Varst ekki með eitthvað Antonio Blondell? Jú. Herru, veistu hvað, ég var með annan nafn samt daginn, það er langt síðan. Svona, þú veist, ef maður myndi fara eitthvað út, sko, það var Head Turner. Já. Og þú veist, skilur, að því að allir snúa sér við. Head Turner. En svo flettið upp og það var einhver gaur komin með það. Ok, það var bara eitthvað nobody samt. Það er gott stjórnunafn. Það ekki? The Head Turner. Herru, ég þakka fyrir þessu, sko, netmisnótkunum oftur meira krassandi. Head Turner er gaurinn sem stýrir pilsuvagninum. Já, viðbjóðsbílum sem keyrir bæinn. Herru, það er komið að King and Lionheart of Monsters Men. Æli nú. FM 957, þið sem að fara að skemmt ykkur kvöld gangið hægt gleðina dyr, mánudagur og... Mánudagsstjám við stert hér í morginni. Já, margir örugglega konir í þvílíkan gír sem að hlusta núna á, FM 95 blöð. Við Bjössi verðum með ykkur til 6 í dag, en við vorum að spája að fara núna í dagskrárlið sem að gleymdist síðasta föstudag og hann heitir Leysa vandan. Við leysum oftast vandan á föstudagum og þá getur fólk sem að, er með eitthvað vandamál hringt inn í þáttinn og við hjálpum að leysa hann. Og það er kannski sniður að gera þetta einmitt á mánudögum þegar fólk lendir oft í vandræðum helgar. Það er einmitt góða punktur í það, það væri hægt að færa núna að leysa vandan bara yfir á mánudag. Og þegar, sko, vandræðin gerast oft helgar. Ég er líka svo næmur. Ég held að fólk vilji fá mitt input í vandamál. Já, ég held líka að þú ert svo gáðar. Þú getur bara hjálpa hellinga fólki að núti sem er með eitthvað vandamál. Mjög gáðar og næmur, sko. Nei, ekki? Jú, ruglnæmur. Þvílíkur toppdrengur. Þannig að nú er bara að hringja í 511-0957 ef þið eru með vandamál og já, við ætlum að hjálpa ykkur að leysa hann. Þannig að við opnum bara fyrir síman hérna. Sumir myndi segja að vera legend. FM 95 blöð, góðan daginn, geti hjálpað að leysa vandamálið? Já. Já. Þú verður þá að segja mér hvað vandamálið er. Ég og mamma vorum að rífast. Varstu að rífast mömmu þína? Já. Já, ok. Hvað er þetta gamall? 10. 10 ára, ok. Okkur varstu að rífast mútu? Pirraður. Já, bara einn af þessum mánudögum og bara illa pirraður? Já. Hvað okkur er þetta pirraður? Langa að komast að 10 aðstof. Já, 9 ára. Er ekki lagi með þig? Það er... Þetta er fokking góður. Hæ? Þetta er ógeðislega góður. Já, þú ert bara allt of ungur maður. Ég er sko ungur, ég er 27. Já, og hvað varst að rífast mömmu þín að þú fegst ekki að fara á 10 og 9 ára eða? Nei. Nei, en okkur svona pirraður, Lili? Veit það ekki. Veistu það ekki? Nei, þá get ég ekki hjálpað þér. Ég segi bara veriði vinir því að það mikilvægasta sem þið eigið er hvort annað. Já, það er líka, sko, það er eitt sem var að leiða. Þú mátt aldrei vera vondu mömmu þína. Æ, hún er það besta sem átt. Já, þannig að þú er eiginlega að fara að segja bara fyrir geðið hana. Já. Það ekki? Það eru gaman að heyri þér. Samlega. Ok, bye. Það var eitthvað grjót. Bara brjálaði heima þessari mánuði að þeim fekk ekki að fara til Esto. Herru, 511-0957, við erum að leysa vandan. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú, vinnur? Herru, ég vaknaði við ljóta upplifun í morgun. Nú, okkur? Ég var bara, maður vaknaði oft með svona bónir eins og kannski pröfað. Morgunbónirinn? Já. Ok. Og hann fór ekkert niður. Ég fór ekki í skólan eða neitt. Já, ok. Sko, það er spurning, sko, þeir eru að leysa svona vandamál á barnalandi svolítið. Svona læknisfræðileg vandamál. Já, ég held að bara besta sem þú getur gert núna verður að fara inn á barnaland og spyrja hvað þú átt að gera. Þið hafa ekkert lent í þessu? Nei, ekki. Varst að gleypa einhverja bláa pillur sem á helst að vera eitthvað annað, eða? Nei, ekki svo í muni, sko. Nei. Þetta er mjög óþægilegt, sko. Já, ég kannast ekki á þetta. Það er svona meira vesen í okkur Björs að... Hvað segirðu? Ég gæti ekki fara úr herbygginu mín í allan dag. Nei, þá vilt þú ekki bara nýta þér þetta og opna tölvuna þinn og leika þér eitthvað? Taktu tíman, hvaðan er lengi í... Ég er búinn að nýta þetta. Ok, við getum ekki hjálpað þetta. Takk fyrir þetta, Unnur. Bye.
Herri, já, þetta var svona... Ætlaðu að segja að það vandamál okkar að ná honum upp, eða? Nei, ég bara svona vissi ekki hvernig ég átti að haga mér í þessu símtali. Þetta var svona háskóla. Halló, FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Nei, við erum að fá vandamál úr ýmsum áttum. Hvað heitir þú? Ég heiti Kristoffer. Hvað ert þú gamall? Ég er 14. Ok, og hvert er vandamálið þitt? Ég bý í Breiðholtinu. Já. Og það er bara allt og margi Pólverjar. Já, nú allar vandamál. Nei, þetta er ekki eðal fólk. Nei. Jú. Nei. Það slitnaði þarna. Ég get ekki hjálpað þetta vandamál. Allir pólverjar sem ég hef kynst eru bara toppfólk. Já, þú lítur með þessu út eins og pólverjum. Herru, góðan daginn. Þú ert síðasta vandamál dagsins. Þetta er búið að vera mjög steikt vandamál. Ertu með eitthvað sem ég geti hjálpaði með? Já, herru, ég er með eitt vandamál. Okay. Í morgun þegar ég vaknaði, þá voru einhverjir vini mínir búin að láta pissa í rúðupissi á bílinn mínum. Þetta klósina bara yfir hann allan og láta pizzasósu yfir hann allan, skilur við. Yfir bílinn? Já. Grínlaust? Grínlaust, sko. Það er eitthvað stríð í gangi, sko. Já. Og ég er að pæla hvað get ég gert til henda mín? Ég er endar, menn eru helviti grófir í hrekkjunum eða byrjar að míga í rúðupissi. Já. Já, þetta var hella vandamál, sko. Já. Ég veit ekki... Það myndir strákar. Varst þú búinn að gera eitthvað við þá á undan, eða? Já, reyndar brust inn í íbúðana hjá þessum gæsleikristar, sko. Já. Félaga mínum og sett alltaf hvolf, sko. Já. Þú veist, en núna þarf ég að svara, skilur við. Var hann... Ég er ráðlaus. Byrjaðir þú þetta stríð sem sagt? Svona eiginlega, sko. Já, ok. Þú veist, þá þarftu eiginlega að spyrja þig, viltu að stríðið halda áfram eða viltu bara... Þetta er drullu gaman, sko. Já. Við svona, við vorum með mikið að vinnustarhekkjum náttúrulega alltaf í gamla dag, en við vorum ekki alveg beint að míga í rúðupissi okkur með öðrum, sko. Nei. Ég veit ekki með það. En það er, ég held, sko, svona skemmtilegasti rekkurinn sem ég heyrði af daginn, sem að menn eru að gera. Það er bara klassíska, sko, ég myndi taka í símanum hjá honum og byrja að breyta nokkru númerum. Já. Þannig að þegar fólk ringir í hann, segjum til dæmis að mammans eða kærastans ef hann á kærustu eða eitthvað. Á hann kærustu? Hann árið ekki kærustu, sko. Nei, þá myndi ég breyta símaskálnið, þannig að þegar hann er að fá SMS frá einhverjum þá heldur hann sé frá allt öðrum. Það er mjög gott. Sendir einn SMS á mömmun sína í staðin fyrir einhver gerlíku. Já, og ef þú bara svissa ef hann er hrifin að einhverja stúlku eða eitthvað, þá til dæmis hann kannski, þá fær mammans SMS sem hann myndi senda einhverja stelpu eða einhverju vini sínum eða eitthvað. Herru, það er snilt. Herru, gott og gætu hjálpa með eitthvað vandamál hindi þetta, takk fyrir þetta. Ok, bye. Jæja, sko, vandamálinn var, bónir í sólarhing, brjálar út í mömmu og svona einhver hrekkur þarna. Viltu taka eitt vandamál í viðbót? Já, ég vil fá eitt alvöru vandamál. Já, ég líka, ég er sammála því, sko. Má sjá, tekum á þessu. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag. Það er svona alheims vandamál bara. Ok. Hvað er maður? Það eru litli 14 ára rasistar í Breiðholtinu. Já, þetta, ég er reyndar pínu sammála þarna, en það vissi ég ekki hvernig ég átt að haga mér þegar að koma að þessu síndali. Þetta er bara góður punktur að sko... Aldrei hefði mér dottið í hug að koma til nafni og segja eitthvað svona í útvarpi. Nei, þetta er líka, maður fær bara eitthvað svona óþægindatilfinningu með heyri svona, ef að þetta er málið hjá sumu fólki. Já, þetta er nefnilega góður punktur í öðru, því að sko við ætlum að leysa vandamál, en við bjúkum eiginlega til vandamál í staðinn. Já, mér leist ekki á þetta. Þetta var ekki en ég er hjartanlega sammálaður að það. Bara taka fram Kristoffer 14 er Breiðholtinu, þú ert fáiði. Herðu, ok, það er alltaf að vera vitlaust hérna, þannig að við setjum bara á auglýsingar. Viltu reyna eitt vandamál í viðbót, Bjössi? Ég vil bara allavega segja sko hættulega liður hérna. Fólk hafa að vera vinnir. Já, herðu, maður sé að lækja í útvarpinu. Já. Herðu, ertu með vandamál? Datt út þetta. Herðu, fáum auglýsingar og svo komum við hérna aftur af vörmuspori. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans er Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Verðhrun í Outlet 10. Fyrstur kemur, fyrstur fær. Outlet 10. Faxafinni. Marstilboð í 10.11. Græna kakan á 299 krónur. Focaccia pepperoni á 229 krónur. Stór Freyju draumur á 99 krónur. Sinalco á 159 krónur. 10.11. Alltaf opið. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Hey boys, we gotta roll! Battlefield 3 kynir kvikmyndaviðburð ársins. Act of Valor.
fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. Missið ekki af þessari, frumsýnd 16. mars. Nú getur þú fullkomna pizzaveisluna með ískaldri kók í litlum bauk hjá Dominos. Það hefur aldrei verið sannað, en lítil kók í ískaldri dós er langbest. Dominos 58-12345. Hvað er ykkur hundur í þér? Já, maður, ég ætlaði að fara í bankan og taka smá lán og ég skildi bara ekki bofs. Nú? Það var bara ruglað með einhver lántökugjöld og verðbólgu eða verðtryggingu. Já, þetta er hundfullt, alveg hundfullt. Og svo kom bara einhverja 1000 tölur á blaði og ég bara, halló, þið getur alveg verið að gelta bara og ég skil ekki neitt. Hvað, er Ólin eitthvað þröng á þér? Akkur ferð ekki bara inn á smálán.is? Vandar ekki bara smá? Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Smálán.is, ekkert stórmál. Páll Óskar á NASA, laugardaginn 17. mars. Sérstakir gestir, Blár Opal. Sjáumst á NASA í brjáluðu stuði með Bacardi Breezer. Cheers to our wives and girlfriends. May they never meet. St. Patrick's Day, St. Patrick's Day. Komdu á English Pub og skálaðu með okkur laugardaginn 17. mars. Vinnalegasti dagur ársins. English Pub. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir þér. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. I Lost syngur Rihanna hérna með Drake í laginu Take Care. En herru, það eru konur óvæntir gestir hérna í stúdíó til okkar Bjössa. Þau vorum ekki búin að fá neitt gest og já, hún situr hérna beint á móti mér, hún Helga Rún, verður velkomin. Hæ. Og já, þetta er kannski ekki þekktasta nafnið hérna á Íslandi, hún Helga Rún. Ekki ennþá. En þetta er stjúpdóttir Péturs Jóhanns, þannig að já, þú svona, kallarðu Pétur pappa? Nei. Nei, kallar hann bara Pétur? Já. Ok, og það er hérna nefnilega sko þegar ég sá þig hérna fram á göngunum þá langaði mig það svo margt sem ég langar að spyrja af því að, já, eins og flestir hlustendur vita þá er nú Pétur með mér hérna alla miðvikudaga. Hvernig hvað ertu gömul, Helga? 12 að vera 13. 12 að vera 13. Hvernig er að búa með Pétri Jóhanni? Stundum þurft frábært og stundum þurft gett leiðilegt. Okay. Hvenær er það gett leiðilegt? Já, hvenær er Pétur leiðilegur? Bara svona, þannig að reyna að vera fyndin og ekkert fyndin og eitthvað. Er það hægt, eða? Já, eiginlega, sko. Er hann alltaf að reyna að vera fyndin? Já, eiginlega. Þannig að hann svona æfir efnið sitt svolítið á þér og þú þarft að heyra 100 brandara og svo eru kannski 2 fyndnir og þá getur hann nota þá út af við. Nákvæmlega. Já, ok, þannig að þegar þú ert heima í það bara að chilla, eða þá Pétur Jóhann alltaf að reyna að vera fyndin inn á heimilinu. Já. Eins og hvernig, geðu okkur svona eitthvað smá dæmi. Hvað er hann að gera til að reyna að fá þig til að lægja, eða ykkur? Það er bara allt mögulegt eiginlega. Já, hvað er að skrítnasta sem við hefum gert? Er eitthvað svona svo mannst í fljótu bræði? Já, það var, einu sinni við vorum í sumarbústað og ég var búin að þekka henni í svona viku, hljópa hann í kringum sumarbústaðinn alveg nakinn. Já, ok. Hann hefur verið að gera þetta til að heilla mömmu þína. Svona, herðu, ég má bara þekkja, þetta er 12 ára dóttir mín. Já, herðu, ég er með gott flip. Bara úr öllu og herru Pétur, þú situr nú hérna, er þetta satt? Já, þetta er satt. Þetta er satt. Er þetta fjölskyldu flipja fyrir? Það hefði nú verið hringt á lögguna á sumarskóm. Já, ég veit að þetta var svona skyndihugt þetta sem ég fekk þegar ég var inn á baði bara. Ég bar þetta undir móðu þína, Helga Rún. Ég sagði, væri ekki fyndið, ég myndi hlaupa á tippinu svona í kringum heita pottin. Hún er, jú, endilega, maður mannaði mig upp í þetta. Já, svo bara skelfingasvipur á þeim. Og það voru náttúrulega 8 ára gamlar á þessum tíma, sko. Af hverju þetta að gera þetta, sagði Helga, sagði, af hverju þetta að gera þetta? Ég líka, hvað, er þetta ekki fyndið? Og svona skakaði mér svona. Þetta er áfalla hjálpgreið barnið. Þetta er svona eins og típa bara í bíó, hvað, er þetta ekki funny? Kallinn bara á tippinu hérna, ég reynilega að kemast þér. Já, þetta var hrikalegt. En Helga, hvenær er hann svona skemmtilegastur, hann Pétur? Það er reyndar gett oft, sko. Já. Nú, hvað? En svona, veist eins og krakkarnir í skólanum svona, eru þeir að biðja einhverja sögur af Pétri þegar þú ert að koma í skólanum svona? Í byrjun, þegar ég var nýbyrjuð.
En eru þið allar orðin þreytt á sögunum núna? Þau vil ekki heyra meira um hann? Já, eiginlega, allan bestu vinnu mínir. Já, ok, þannig bestu vinniðinni þegar Pétur var svona 9 orðin stjúpappi, voru þau alltaf að spyrja hvað hann að gera heima og svona? Já. Hvað hann að gera heima og svona? Bara fyrst að þú hitti vinkunum, herri, jæja, hvað gerði stjúpappi í gær? Já, hann reif sig úr öllum fötunum og hljópi kringum pottin. Já, ok, nice. Þetta skemmtilegt, þannig að hann er ekki ágætið svona stjúpappi? Ekki fínt að hafa hann? Æðislegur, sko. Já, það gott að heyra, Pétur. Pétur, ertu svolítið barnið á heimilinu? Já, ég held að ég sé ekki beint svona til fyrirmyndar þegar kemur á uppeldi. Nei. En hvernig er hann svona þegar hann er að skamma ykkur? Veistu það, ég og Silvía finnum bara hláturskast. Já, Silvía er sem sagt fyrir hlustandi dóttir hans Péturs. Já, og þær fara bara að hlæja. Ef ég kem inn í herbyggja og skammast eitthvað og loka eftir þá heyri ég í þeim hlæja, sko. Það farið fram. Þetta er náttúrulega bara astnalegt, sko. Já, þetta er samt svona, takið það ekkert mark á hann þegar hann er að láta okkur heyra það? Nei, ekki. Nei, þannig að þetta er svona, hann þarf að senda mömmuðina inn til að láta okkur heyra það. Já. Hvor er hún svona ákveðnari af þeim? Af þeim tveim? Mamma mín. Já. Má ég spyrja þér núna hérna, nú ætla ég að spyrja einu sem að ég er svona velt stundu fyrir mér, er mamma en svolítið með Pétur í vasanum? Segir hún Pétur hvað hann á að gera á heimilinu og svona? Já. Varst það að draga hana inn til að fá eitthvað svona? Nei, ég er bara að spyrja hérna, við erum bara neð stúlkunni sem að viðtala hérna. Hún er ekki með mig í vasanum, Helga. Er það? Já, eiginlega, sko. Hverfaði róðóki getur við verið. Herri, þá hafið það, kæru hlustendur, þetta er hún Helga Rún, hérna stjúpdóttir hans Péturs og Pétur Jóhann. Aðalgestur þáttarins klukkan kortir í 6 og já, þú ert ekki líka söngun og svona? Varst ekki að vinna söngvakeppni daginn? Já, hæfileikakeppnina. Hæfileikakeppni? Já, ok, og hvað söngstu? Líf með Ragni. Líf, já, en Pétur, er hann að taka köttin og svona heima? Já, hann var í því fyrstu en er alveg eftir því. Já, svona ætlaði að reyna að vinna ykkur á sitt band. Já. En kannist ekki við köttin, stelpur? Helga. Já, sko, hún hló, hún verðist ekki verið að koma í leið á honum. Herðu, takk æðislega fyrir komuna, Helga, og gangið vel í hæfileikakeppninni. Ertu ekki að keppa líka í Skjá 1? Jú. Glæsilegt, Pétur, við sjáumst ferskir á miðvikudaginn. Já, varðandi það, ég þeisti eiginlega að vera í fríði. Gleymdu því. Herðu, Cycles, dikta. Brjála að gera, sko. Já, að gera köttin og hlaupa nakin fyrir stúpdótið. Cycles, virkilega ljúft lag hérna hjá strákunum og svona þægilegt mánudags-lag. Ertu diktafenn, Bjössi? Já, mér finnst þetta mjög flottur. Já, þetta hérna voru hún Helga Rún hérna aðan sem vorum að ræða sem er stjúpdóttir Péturs og ég er nefnilega, ég hef oft hugsað þetta, ég er oft að spurja Pétur út í þetta. Það er eitthvað svona fyndið að hugsa út í heimilsaldi á Pétra því að hann er bara svona eðlilega fyndin einhvern veginn bæði í lúkki og tali. Já, og líka glað. Já, líka glað, æðislega manneskja og það er mjög fyndið að hann skulle svona reyna að vera fyndin fyrir hann að henni finnst það ekkert alltaf. Já, hún er komið leið á hann. Bara í hættu þessu maður. Já. Og já, vinkonin er að hættar að spyrja hvað Pétur sé að gera á kvöldin. Svona endar þetta hjá okkur öllum maður. Ef þú mættir eiga hvaða stjúppappa sem er, svona þú veist, ímyndar að þú sé 13 ára. Hver var það þá? Þú. Nei, svona Jú, þú ert legend. Það er ekki svo ég sé 50 árum eldri en þú. Þú ert ekki 21 ára eldri en ég. Hver var svona hetjan þegar þú varst 13 ára? Á Íslandi? Já. Vá, það er náttúrulega ára þá einhverjar fóstbræðurum bara. Já. Bara Jón Gnarr eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta er eitthvað svipað að vera bara með Jón Gnarr sem stjúppappa. Já, en hjá þér? Það hefur verið eitthvað fótboltamaður. Var Albert Guðmundsson? Nei, rólegur hérna fíblið þitt. Það hefur verið Arnór Guðjónsson kannski. Polliðinn hérna. Ég hugsa, já, það hefði ekki verið Arnór. Já. Þannig að ég vildi að pappa segið sem væri pabbi minn á þeim tíma. Nei, þú varst þarna Albert Guðmunds og hérna hlusta á þarna Hauk Morten. Ég reyndar sko, náttúrulega net legend pabbi minn, Kitty Blöndal. Er það? Já, rosalur í Britsi. DJ Kitty Blö? Já, það er ekki einn Britsararnóti sem þekkir ekki Kristján Blöndal. Hann var sko fyrirlið úlingalandsliðsins í Britsi og þetta er maður sem hefur, já, tekið nokkuð grönd, ég get sagt þetta. Hældi því sko, þú ert að stjórna hérna einhverjum þætti á FN957 og þú ert að tala Brits-spilun föðurins. Já, ég er að segja að hann er stórkostlegur íþróttamæður eins og Arnór Guðjónsson, þannig ég þurfti engan annan stjúpappa. Áttu þú ekki að vera með þátt á Rondó eða eitthvað svoleiðis? Já, að ræða Brits. Herðu, við erum búin að vera þetta með okkur frá 4 í dag við Bjössi. Hann Ási mættur inn í stúdíó, er að fara að taka við okkur. Hvernig er kvöldið? Það var þetta mömmunar í mat? Ég er bara að fara að detta í það í kvöld, maður. Það er mánudagur og kallinn er komin í gírinn. Hvert myndur þú fara í kvöld þá?
Ég veit ekki. Nei, ég held ég sé að fara til mömmu. Ég veit ekki, hún var að hringi með hann. Ok. Ég var hér, ég gæti ekki svarað henni í beinni útsendingu. Ég skilin. Þannig að þú ert væntanlega að fara að þangað í mat. Já. Það var bara kosið. Það enda leikur í kvöld fyrir áhugasama sem að fylgjast með boltanum. Það Arsenal Newcastle. Já, ég vona að Newcastle taki þann leik. Já, ég svona þegar kemur að þessu leik þá ég meira að spá bara í fantasy-liðinu mínu. Já. Ég að vona að Robin van Persie gera eitthvað og ég með það frammi. Já. Og ég held að gerði mistök, ég seti Suárez sem kaftina því að hann líka með leik á morgun og vonast að hann gera eitthvað, hann gerði ekkert á mútið Sönderland og það ekki oft sem maður svona vill að Suárez gera eitthvað en þar sem hann nú kaftinni minn í fantasy þá vona ég að hann seti nú 1-2 á mútið Everton á morgun. Ég segi bara mamma ef þú ert að hlusta, hringdu í mig og vilt fá mig í mat. Já, og mamma ef þú ert að hlusta þá ég, Mamma, ég elska þig. Lílega stendir hérna á Ever, herðu Bjössi, takk hérna. Mamma, ef þú ert að hlusta, þá heyri ég í þér. Já, herðu, takk aðeins fyrir komuna Bjössi, alltaf jafn gamla ára með þér. Sömuleiðis. Sveppi Krull verður mættur hérna morgun. Þú ert algjört legend auðviti. Þá ert að, ákveður alltaf að tala um þessu svo gamalt. Hvað er mörgum árum eldri en þú? Hvernig ertu fættur? Ég er fættur 84. Já, vá, þetta eru 4 ár. Nei, neitt. Þú ert 69 model. Ég fættur 80 og geðið. Þú lægir. Morgun þátturinn Magasín að fara í gang með skemmtilegan leik. Það sem þú getur spreytt þig á hinum og þessum lögum og grætt á því pening. Fylgstu með alla virka mótna og giskað á lægið áður en söngurinn byrjar. Ok, tilbúin? Ok, já. Ok, ég þarf bara að vita lægið, hvað það heitir, ekki flytjandan. Ok. 1, 2 og go! Þetta er eitthvað íslenskt. Þetta er sumarlag. Ég var með... Ok. 1, 2 og go! Þetta er hérna Eurovision. Hérna Gleðibankinn. Ef þú þekkir lægið gætir þú grætt pening. Í morgun þættinum Magasín. Alla virka daga millir 7 og 10. 1909.is 1909 Viðskiptavinir Atlandsolíu eru enn á ný ánæðustu viðskiptavinir olíufélaga á Íslandi. Það segir ánægjuvoginn Atlandsolía. Ekki komin tíma á eitt feskan og góðan línubát? Sölabáta. Teningunum kastað. 500 milljónir í tvöföldum potti í Víkingalottóinu. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Stórleikur í enska boltanum á morgun. Nágrannaslagur Liverpool og Everton. Smelltu þér á áskrift á stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. Mottuvarsbólirnir fást í Dogma. Af hverjum seldum mottuvarsból renna 1500 krónur til Krabbameinsfélagsins. Vertu kallmaður og mottaðu þau upp í Dogma. Cheers to our wives and girlfriends. May they never meet. St. Patrick's Day, laugardaginn 17. mars. Vinalegasti dagur ársins. Komið og fagnið með okkur. Den danske Krå. FM 95 Blö í boði. Það er ekki verið feimin við að ringja. Við býtum þig ekki. Topp tónlistarstöðin FM 957. JLS ásamt Dev. JLS stendur einmitt fyrir Jack the Lad Swing. Þetta lagið She Makes Me Wanna hérna á FM 957. Klukkan smollin í 6. Ási Guðna heiti ég. Ég ætla að vera með ykkur í betri blöndunni í fjárveru Rikka G. Til klukkan 9 í kvöld. En þá kemur Marin og Átna og fer með ykkur langleiðina inn í nóttina. Það er bara sama rútínin á þessu. Alveg rock solid dagskrá hérna á FM 957. Eftir örstuð og stund ætlum við að heyra í Tayo Cruz með lagið Break Your Heart. En hérna komið að The Wanted. Þetta er Glad You Came á FM.